Gunni, þú fegst nýja samning á dögunum, ertu sáttur með samningin? Já, mjög sáttur með hann. Kom ekki til að greina að fara annað, varstu með einhver önnur tilboð á borðinu? Nei, það komir inn aldrei til greina. Ég er svona, þú veist, hef talað það áður að það náttúrulega langt besta drugtestið í UFC og ég kann að meta það og ég hef svo sem engan áhuga að fara eitthvað annað. Ég sé bara klára út hér, sko. Þegar ég hætti á UFC þá var það bara að ég hættur. Þú ert ekkert búin að berja síðan í september 2019. Hvað ertu búin að vera að gera svona æfingarleiðis séð síðustu 2 ár? Getur búist við að sjá eitthvað nýtt frá þér? Já, það kannski það er góða við að vera búin að vera frá í 2 ár en maður hefur haft tíma til þess að kannski taka teknir og stöður og svoleiðis sem maður var kannski ekki jafn góður í og lyfta þeim upp á næsta plan, hefur fínan tíma og ætla að vinna kannski í veikleikum og svoleiðis og síðan alltaf hefur maður verið að þjálfa mikið og mér hef talað um það að þú veist oft þegar maður að þjálfa þá einhvern veginn sér maður svona fleiri dítila í tæknunum sem maður er að kenna og það oft opnar svona aðeins nýja víddir fyrir manni út af að maður er að reyna að sýna og útskýra og þá opnar maður sig aðeins á tækninni kannski betur. Þannig að það er hjálpað bæði mér og síðan vonandi liðinu sem ég er að þjálfa og þannig ég er búinn að finna mig alveg rosalega í því líka en ég held að ég er mjög spenntur að fara þarna inn á laugardaginn því mér finnst ég vera að hafa breyst svolítið sem fætir. Og hvað Sato? Ég meina, á hverju þarftu að passa á honum? Hann er góður strækir, gott í júdó, hann er væntanlega svona flinkur einmitt með maður að passa sig að detti ekki úr jafnvægi í wrestlinginu og hann kemur til með að reyna að nýta sér það með counterköstum og svoleiðis. Það er örugglega með þokkalega svona þungar mjaðmir og eins og júdómenn eru, það er ekkert hlaupið að því að setja á niður þó þau séu kannski ekki vanir öllum stöðum svona tengdur wrestling en þú veist eins og maður sem er í UFC þannig að hann þekkir þetta væntanlega allt þokkalega vel sko en mér finnst nú líklegt að hann muni vilja halda bardagann standandi. Talandi júdó, ert þú búin að gera einhverjar ráðstafanir til þess að undirbúa þig undir möguleg köst frá honum? Já, ég er með flinka júdó kalla í Mjölni að hjálpa mér á. Ég er búin að vera að æfa aðeins með Agli Blöndal. Hann hefur hjálpað mér að undirbúa mig fyrir þennan bardaga. Ég er búin að æfa með honum síðan hann kom í Mjölni svolítið og síðan fekk ég hann svona aukalega þegar það var tilkynnt að ég myndi berjast á móti Takashi Sato til þess að svona aðeins að djöflast í mér. Þú tókst 2 vikur til að æfa í Dublin, kom ekki til að greina fyrir þennan bardaga að prófa að fara á nýjan stað. Það er margir búin svona vilja oft sjá prófa að fara í eitthvað svona stóra, eitthvað supercamp. Hefur verið eitthvað íhugað það og koma til að greina fyrir þennan bardaga? Sko já, við höfum alveg svona spáð í því og skoða en það kannski bara gafst ekki endilega tími fyrir það núna en það geti vel verið að það gerist einhvern tíðan næst eitthvað. Veistu með eitthvað svona kamp í huga sem þú fílar? Nei, ekki beint. Ég er svo sem ekki til þess að tala um eins og er sko. Sato, hann er líka búin að vera lengi frá, þið báðu búin að vera lengi frá. Hvernig býstu við hvernig svona nálgast þú bardagann verið þetta lengi frá og hann líka búin að vera lengi frá? Heldur að þetta byrji rólega eða það byrji bara svona einhverjum æsingi? Sko, hann er náttúrulega, hann er alveg svolítið svona, þú veist, hann stendur ekkert svakalega fastur í lappirnar, hann er alveg frekar snöggur fram og tilbaka og svoleiðis, þannig ég hugsa að verða alveg smá fílprósess í byrjun, sko, en maður veit aldrei að það kemur ljós, kannski fer maður inn og blitzar bara um leið og þú veist, þetta fer bara eftir hvaða tilfinningur maður fær um leið og dómarinn segir hössja með.
Þú ert náttúrulega búin að vera líka lengi frá en hans Sato svona nýlega barist. Þegar þú horfur að Sato, voru kannski ekki mikið að spója en þjálfaran líka að spója. Heldur hann komið eitthvað mikið breyttu til leiks verandi ekki búin að berast í tæp 2 ár? Já, það getur vel verið að hann sé búin að bæta sig mikið. Ég svo sem veit ekkert það, við vitum náttúrulega bara það sem við hefum séð síðustu börnum og svoleiðis og það getur vel verið að hann sé búin að bæta sig eitthvað. Það kemur í ljós. En ringröst, maður heyrt suma tala að sé í alvörunni, sumi segja að sé ekki ríl. Þú varst barast á móti Alex Orlu verið að hafa fyrsti bardaginn í einhverja 17 mánuði. Fannstu fyrir einhver ríð þá? Hvernig heldur að ríðið verið núna eftir meir en 2 ár í búrinu? Nei, ég fann svo sem ekki fyrir því. Ég held að þetta sé svolítið bara einstaklingsbundið og örugglega þetta, ég held að þú getur örugglega búið til ringröst sjálfur sko ef þú ert alveg staðfestur á því að það sé til sko en þú veist ég er ekkert búinn að gleyma því hvernig er að vera þannig í búrinu sko þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Og lokum, hvernig fer þetta á laugardaginn? Mér finnst nú líklegt að það verði svona smá skrapp uppi og við endum niðri og ég mun svolítið reyna að festa hann þar og mýkja hann vel til og ég hugsa að þetta endi með submissionin, mér finnst það líklegt sko. Takk fyrir tímann og gangi vel.